Góðan dag. Ég heiti Guðný Ólafsdóttir og ég ætla að kynna fyrir ykkur kennsluáætlun sem að ég vann í verkefninu Early Education Advancements through Robotic Labs for Youth sem að snýr að kennslu í forritun og þrívíddarprentun og fleiru fyrir yngri börn eða fyrir grunnskóla. Verkefni sem ég ætla að kynna fyrir ykkur núna það snýst notkun á drónum, á Parrot minidrónum í kennslu og dæmi sem ég tek hérna þá þegar við að nota þetta, nota ég heimsálfurnar. Það er nota til þess að kenna krökkunum heitin á heimsálfunum og hugsanlega staðsetningu þeirra og kennarar geta fattist unnið úr svo alveg þeim sýnist. Grá upplættar nota til dæmis reikistjörnurnar eða fleira bara eftir hvað hugmyndaflugið þeirra leyfir. En ég ætla að sýna ykkur hérna aðeins að byrja því að fara inn á síðuna. Vefsíðan okkar, þetta er sem sagt forritun í Tinker appinu fyrir Parrot minidrón og heimsálfurnar. Og þetta Tinker appið í iPad til þess að forrita. Við byrjum að fara semst inn á síðu verkefnisins edurobots.eu. Þar finnið þið mjög stóran og flottan gagnagrunn eins og ég talaði áðan í kynningunni og kennslumyndbönd og síðan eru þar kennsluleiðbeiningar sem að við höfum þýtt yfir á og skrifað á okkar tungumáli. Þetta finna og því þetta allt á íslensku. Og það eru flokkar eftir ýmis hvaða róbótar það eru eða hvaða eftir getu nemenda og það eru ýmsar flokkanir inn á síðunni. Sjá, þetta er heilmikið úrval sem við gerðum. 25 kennslumyndbönd sem voru búin til. Ég er búin að velja íslenskuna og finn hérna Parrot Mambo Fly Drone and Tinker app, það sem ég nota núna í þessu og ég hleð niður áætluninni og opna hana í sér glugga. Inn í áætluninni er komið inn á alla hluti sem þarf að hafa með. Það eru markmið með áætluninni og við vittum í hæfniviðmiðin og námsþættirnir sem þjálfaðir eru. Það er alltaf tekið fyrir aldur nemenda 9 til 11 ára sem ég miða við þetta, 4. til 7. bekk sirka. Fjöldi nemenda fer eftir í hvað eru með marga dróna. Yfirferð hvað eigið marga, 2 til 3 börn á hvern dróna. Síðan eru ítarlegar upplýsingar í þessu útfærslur á verkefninu, myndir og fleira. Kennslumyndband er líka innifalið í kennsluáætluninni þar sem þið getið smellt og sýnt krökkunum. Kennslumyndbandið í þessu tilviki sýnir tenginguna við iPadinn og hvernig þetta virkar. Og ef við skoðum aðeins hvernig þetta snýr að okkur í Tinker appinu, þá náum við okkur í iPada og opnum Tinker appið og veljum Projects fyrst og síðan bara Create New Project og New Project aftur. Og þegar við opnum appið þá kemur þessi leikari upp, þessi persóna, við hendum henni af því við ætlum að forrita drónan, ekki þennan gaur. Við fjarlægjum hann bara á skjánum hjá okkur. Ítum á plúsinn og síðan Connect Device og þá sjáum við það er fullt af hluti sem við getum tengt við þetta og við finnum þarna drónan, minidrónan. Þá er maður bara komin þarna inn og við ítum á hornklofana til þess að byrja að forrita og þegar við opnum þá er tilbúin þessi forritun og við þurfum að henda þarna vegna Actor Touched og við setjum í staðinn fyrir það On Start. Því við ætlum að kveikja forritinu þegar við ítum á startknappinn. Og síðan ætlum við að taka í burtu þarna Turn Right. Það er alltaf að byrja á take-off og land, byrja á take-off og enda á land. Og síðan koma þar á milli skipanir eftir hvað við viljum gera. Í þessu tilviki er bara eiginlega 3 skipanir sem við þurfum að nota. Það er forward,
og það svo right eða left, það fyrir eftir hvar heimsálfurnar eru staðsettar á gólfinu, hvort við þurfum að láta drónan okkar beygja til hægri eða vinstri. Og hann tekur í loftið og hann fer áfram og svo spáum við hvort við þurfum að láta hann eitthvað beygja. En síðan getum við breytt sekúndunum, þá bara smellum við á einn í þessu tilviki og eyðum því og setjum tímalengdina sem við viljum hafa á þessu. Það veit ég hvað heimsálfurinn langt í burtu. Og þá þurfum við að tengja drónan sjálfan. Þegar græna ljósið komið, þá hann tengdur. Yfirleitt dugar að kveikja á drónanum og setja nálægt iPadum sem við erum að vinna með og þá á hann að tengjast beint. Og við sjáum að þegar kemur grænt ljós þarna á myndin á drónanum á skjánum hjá okkur, þá hann tengdur. Það svolítið erfitt ef við erum með marga dróna í einu að þeir vilja víxlast svolítið, láta krakkarna kannski fara með pínlítið afsíðis með að tengja dróna við sinn iPad, en það á ekki verið neitt vandamál. Það þarf að plasta heimsálfurnar, prenta þær út og plasta þær og græja þær og það þarf að gera svona skilti til að setja á drónana, nöfn heimsálfanna, setja á drónana, þetta fest með litlum kubbi sem fylgir þessum drónum. Og síðan svokölluð viðurkenningaspjöld fyrir að lenda á þessum heimsálfum sem þau ætla að ná sér í. Þau velja sér sem sagt heimsálfu og forrita svo drónan eftir sinna að halda og festa síðan ákveða heimsálfu og festa síðan spjaldið, viðkomandi spjald á drónan sinn áður en fljúga af stað og staðsetja sig á Íslandi. Og ég fékk í þessu tilviki krakka til að hjálpa mér. Þetta auðvitað ekki úr kennslustund að þið sjáu það 6 börn þarna, það ekki svo lúxusin á manni, maður getur verið með 6 krakki í einu. Og ég fór með þau bara inn í matsal í þessu tilviki, en ég hef verið með 5. og 7. bekk í þessu, en ég fékk þessi 6 börn til að hjálpa mér við að taka upp þetta kennslumyndband og vinna verkefni fyrir mig. Hérna nefnilega mjög mikilvægt að yfirfara forritunina og athuga hvað gerði ég vitlaust og ekki að henda forritun allri, heldur skoða það sem fyrir og bæta svo, breyta og bæta, endurskoða og breyta og bæta. Já, sagði mamma. Þetta tók margar tilraunir, þetta mikil þolinmæðisvinna, en það er gaman að fylgjast með því hvað við verða klári í þessu og að fatta þeir eru kannski búin að ná 1 eða 2 heimsálfum, ná að lenda á þeim og fatta þá hvað þarf, skoða tíman og vegalengdina og þetta eru mikla pælingar og skemmtilega sem að fara fram og meðan á þessu vinnu stendur. Og þau skiptast á, liðin skiptast á, fara með sinn dróna á Ísland og fljúgunum og síðan náðu í hann og ef hann lendir á viðkomandi plánetu, viðkomandi heimsálfu segi ég, þá fá að taka spjaldið, viðurkenningaspjaldið, annars bara taka á drónan sinn og hvort sem að fara með hann til hliðar og meðan þau laga forritunina og hitt liðið gerir þá á meðan. Og þetta eru sem snillingarnir sem hjálpuðu mér við, þeir eru náttúrulega bara 4, ekki 6 eins og ég sagði á hann. Ég ætla að biðja ykkur endilega að hika ekki við að hafa samband við mig ef að þið þurfið einhverju hjálp að halda varðandi þetta og þurfið einhverju leiðbeiningar og hvað sem er. Og ég líka minni á að það er mjög sniðugt að nota þetta í tengslum við fleiri námsgreinar. Það er þetta að vera með til dæmis í stærðfræði, þá er þetta að hafa dæmi á spjöldunum sem fara á drónana, svörin og gólfinu. Það er þetta eins og ég sagði áðan að vera með reikistjörnunar, þá byrjaðu kannski á jörðinni og fljúga svo og nema landa á viðkomandi reikistjörnu.
Og síðan í lokin náttúrulega þá teljum við spjöldin sem þau fá, viðurkenningarspjöldin, og þeir sem náðu að nema land á flestum heimsálfum, þeir náttúrulega vinna þennan leik. En ég bara vil þakka kærlega fyrir og vonandi kemur þetta sér að góðum notum hjá einhverjum og þið bara það fjárfestir svona drónum, þeir eru ekki dýrir. Keypti þessa á amazon.com. Takk fyrir mig.